Eiríkur Bergmann Einarsson næstur á mælendaskrá og meðan hann, eða í lok hans máls, það verður mælendaskrá lokað. Formaður, kæru félagar, takk fyrir þessar góðu tillögur. Mér sýnist kosningakerfis tillagan vera farin að slípast vel til og vera orðin ansi góð, og þessar seinustu útskýringar formanns nefndarinnar held ég að hafi nú svarað flestum þeim spurningum sem að ég hafði fram að færa. Þó vildi ég halda því til haga sem ég hef áður nefnt að mér finnst eðlilegt að framboðsaðilinn réði einhver það sjálfur hvort hann byði fram raðaðan eða óraðaðan lista. Reyndar í þeim löndum þar sem að slíkt val að þá færast menn nú inn í persónuvalsaðferðina, eins og hefur til að mynda gerst í Danmörku, þar sem hægt að leggja fram framboðslista með þrennum hætti út sem sé miðað við persónukjörið, að allir flokkar hafa farið í þá tegund listan sem að heimilar hvað mesta persónuvalið. Og það kannski ákveðið mótsögn í því að ef við myndum leyfa þetta val framboðsaðilans, að þá erfitt að sjá fyrir sér val þvert á flokkana, þvert á listana, þannig að það kannski útilokað það. En mér finnst þetta að vera prinsip sem að ætti að halda til haga, og einmitt út af því prinsipi að þá finnst mér þessi breyting sem hér gerð á kynjaákvæðinu vera mjög til bóta. Þetta sé ákvörðun framboðsaðilans. En varðandi tillögurnar málskotsréttinn, þá held ég að við séum komin þar á einhvern stað sem að við þurfum svona. Ekki tími til að tala hann núna? Núna bara kosningar. Já, ok, þá fer ég það. Afsakið, takk fyrir.